gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góði gestir, Ingólfur Tjörfi Einarsson og pákagurinn, grápáfinn. Adora, verið velkomin. Takk. Þetta nú svona óvenjulegur gestur að hafa hér í myndurinu. Við höfum reyndar einu sinni fengið maura en það fór nú kannski ekki alveg jafn mikið fyrir þeim. En þú, Ingólfur Tjörfi, þú hefur nú, ert nú svona svolítið þekktur í ákveðnum kreðsum og það er svona á meðal fugla áhuga fólks, hefur verið í þessu lengi. Hefur eitthvað breyst svona síðan að þú svona hófst þennan feril? Mikið gæludýr, já. Þetta var vinsælla. Já. Því að fólk fekk góða fræðslu líka. Hvernig þetta hugsa dýrin. Kannski hins mikið það áður fyrr. Að reyna að fræða fólk svo geta hugsað fiskana sína, geta hugsað fuglana sína og haft meira ánægju af og það er vel meira hefnað hjá fólki. Því það stundum verið afföll þegar fólk fekk ekki fræðslu. Einmitt. Er það ástæðan fyrir því að þú svona leiddist út í þetta? Þetta var í áhugamál hjá mér því ég var unglingur á Akureyri. Ég vann þá í gæludýraverslun þar í fríum. En svo var þetta svona af og til þegar maður byrjar á fiskidellunni þá fer hún aldrei frá manni. Hún poppar upp aftur og aftur og hún gerði það og svo þurfti ég að skipta vinnu fyrir malda fjórðung síðan og þá var áhugamálið að verslun eða fyrirtæki. Já. Og það er litla verslunin í Kópavoginum? Já, hún byrjaði í Bleikagróf í Reykjavík en var það að einhverju mjög vinsælu. Mikið gæludýraspjall á þeim tíma. En svo ógst þetta bara. Já. Og við haldið þessu við allan þennan tíman í aldarfjórðung. Nú eru svona, er ég að svara ákveðnu kalli, það er áhorfendur hafa sett sig í samband og beðið okkur að fjalla aðeins meira dýrin og svona spjalla aðeins meira, sérstaklega þessi gæludýr og svona heimilistýr. Og hvað, til dæmis, ég meina, nú er hún Adora, hún er jafnaldra mín, varst að segja mér hérna áðan. Já, hér er bil, já. Hér er bil, einmitt, þannig að á fertugsaldri. Og hvað, ég meina, þetta er auðvitað gríðarleg skuldbinding að fá sér svona gæludýr. Vissulega er það. Fyrir flestir eru með smarrifugla og þeir henta heila öllum fjölskyldum. Fuglinn vaknar með fólkinu á morgnana, fær smá athygli og fólk fer í vinnu eða í skóla og fuglinn er sáttur í góðu búri með nóga dóti til þess að naga og leika sér að. Hann tekur sér síðast eftir hádegi og sefur í 2 tíma eins og fólk í heitu-löndunum. Já. Og svo er fólk að tínast heim, þá fær fuglinn aftur athygli og fer svo bara að sofa, sveipa leit og börnin. Og búið, hann er ekkert að gera neitt á nóttinni nema að sofa. Nei. Þarf ekki að vágjur að því hann sé að fara á eitthvað hjól, hlaupa í ringi og hafa hátt eins og nættínin. Akkurat. Svo hendar afskaplega vel. En þessi stóru, ég meina það hlýtur að vera, það þarf að þjálfa svona dýr auðvitað í... Já, þau eru aðeins, kannski þarf aðeins meiri lækni við stærri fugla. Þeir eiga það til að hænast að ákveðnu kyni, eins og til að mynda grápáfinn hérna. Oft eru þeir hrifnir af karlmönnum að því þeir eru hérna hávaxnari með dýpri rödd og virka valdsmannlegri. Já. Og þeir hænast gjarnan að þeim sem er hærri uppi því að sá sem er hæstur ræður í augum fuglsins, í hugsun fuglsins. Yfirleitt þegar maður er að halda á fugli þá heldur maður ánum fyrir neðan augnæð. Þannig augur okkar eru ofar augum fuglsins. Hann fær í mestalagi að fara á öxlina. En þá er hann gjarnan svona neðan við augun, allavega flesti fuglar. Já. Hann fær ekki að fara upp á haus, því það er drottnunnar staða. Þá heldur hann að hann ráði einhverju. Já, er það svo? Já. Og þetta, og hvað gerist þá? Já, þá verður hann frekari. Já. Minni fuglarnir eru með greinda og við 2 ára krakka og þroska og við 2 ára barn. En það breytist ekki. Við vonumst þess að börnin vaxi upp úr því. Flest gera það, Já. En fuglarnir eru fastir í þessum þroska. Svo maður þarf bara að passa hvað þeir fá að éta því að það hefur áhrif á hegðun þeirra og mikið kolvetni fyrir fugla virkar að svipa og fyrir börn að fá mikið sykur verður bara
hæper. Já, við erum með fugl og við höfðum áhyggjur af því að okkur finnst hann borða svo mikið. En svo las ég að það verður nú bara mjög eðlilegt. Þetta eru litli skammtar sem þeir ná í kokkinn sinn, svona í einu. Já, flestu fuglar að éta fræ, einhvers konar fræblöndur og við passa það að vera með lífræntræktað, eingöngu til sölu hjá okkur. Til þess að tryggja það að þeir fái þá bestu blönduna og engin aukefni með því það fer auðvitað verið í fuglan en í okkur. En þið þurfum auðvitað að hafa eitthvað meira. Því fræin eru kannski cirka 70% af fæðinni. Hinn 30% þurfa að vera grænmeti, ávextir eða sem við kallum mannamatur. Bara til að þeir hafi fjölbreytnina. Þið þurfa vítamín með, þið þurfa kalk með og þá líður þeim best. Fræstangir og nammi, fuglanammi, það bara eitthvað sem þeir fá að lögum eins og börnin. Það er bara skammtað. Þeir geta auðvitað að éta yfir sig og þeir geta náttúrulega fá breytta fæðu, þá náttúrulega fá þeir þessa sjúkdóma sem fylgja því. Og við fáum gjarnan, þegar við borðum fábreytt, allt of kolvetnisríkt, þá getum við fengið fitulifur, fuglar geta fengið það, fuglar geta fengið fituæxli, gjarnan, þessi minni fuglar. Og það ekki gott heldur. Nei. Svo fjölbreytni af henni góða, en það þarf auðvitað að kenna þeim að éta annað en fræ og það vandinn. Að eiga fuglinn og vera foreldri, það fylgir ákveðin ábyrgð. Maður alltaf að kenna börnunum það þegar þið fá fugl í okkur þá yfirleitt 20 mínútna námskeið fyrst. Svo þið skilji út á hvað þetta gengur og hvernig á að hugsa fuglinn. Já, þið eruð með námskeið? Já, við gerum það bara, fylgjum bara með. Og reynum að venja fuglinn við. Yfirleitt þetta smærri fuglar. Gárar, vinsælastur. Hann getur náð einna mestum orðaforða af öllum fuglum. Já, það svo? Veistu hvað einn gári náði mörgum orðum? Hvað? Við getur ekki giskað. Ég veit ekki, kannski 10. Nei, 1700. 1700 orð? Já, það svona meira en meðal úlingun í dag að þeim ólustu. Já, það ekkert smá. En hvað, Það svona meira, þeir tala meira þá í belg og bíðu. En þeir hafa náð því og þú getur séð þá á YouTube. Margir tala töluvert. Þeir þrengja barkan. Þeir hafa ekki sem sagt raddbönd. Nei. Þrengja barkan og geta hermt eftir. Og þeir eru að herma eftir, einhver ástæða, af hverju herma fuglar eftir? Þeir bara virðast hafa þennan hæfileika, það misjafnt reyndar. Svona eitthvað skonar blíðuhót eða þetta... Það getur kannski virkað þannig fyrir suma, en það svolítið misjafnt með tegundir, hvað þeir eru duglegir við þetta. Gárin getur náð þessu, dísur sem eru absolutt gula kinnablettin og kampinn, sem svo næsta starf fyrir ofan og líka góði fjölskyldufuglar, þeir eru meira í blístrinu, kallkynsfuglar, þeir geta blístrað heilu aríarnar, bara lært, en ekki mikið að tala. Svo eru aðrir fuglar eins og grápáfinn hérna sem geta náð að tala og hermt eftir röddum fólks. Alveg, mjög vel, það bara heyrist eins og sé manneskjan að tala. Það var eitt grápáfi sem við vorum með sem ber nú nafnið Tiffany Taylor, hún hét Tjörfi fyrst, þangað til að komast að þetta var kvenfugl. En Tiffany Taylor, hún náði að herma rosalega vel eftir eigandi sína. Það voru eldri hjón sem átt hana. Og eiginkonan var meira með fuglinn, en fuglinn hataði konuna, en náði alveg röddin hennar. Já, það? Þannig þegar hún var að tala við vinkonu sínar út í bæ í síma, þá heyrði fuglinn það og hann fór að herma eftir og flytja heilu símtölin. Hann hringdi, talaði og sagði hæ og með hennar rödd, og ennþá með hennar rödd, þó hún sé látin. Og hann sagði eitthvað og bla 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 og svo sagði hann bye bye og dudd. Þetta eru skemmtilegt, hérna, þú ólst upp í sveit, en það voru ekki mikið svona tropical fugla í lífasveitinni? Nei, ég ólst upp þar meðal annars, en ég fættur í Skotlandi og ég þar fyrst og svo í Mývatnssveitinni seinna. En það var engi fuglar, þetta var bara endur. Út af vatninu og nóg af þeim. Það tala ekki mikið? Nei. En hvaðan kemur þá hérna, fyrstu fiskarnir mínu voru veittur upp á Mývatni, það var bara hornsíli sem ég veitti og var með í fötu. Og þá ég bara 4, 5, 6 ára gamall geymdi hornsílinn í fötunni. Bróðir minn jarðaði hornsílinn. Það var nokkrum árum yngri í sandi og ég grófi upp og til líkaði. En þarna byrjaði áhugin á fiskum, en áhugin á dýrum hefur verið til staðu frá því ég var
mann eftir mér. Já. En þú lærðir ekki á dýrin, þú fórst í... Bara sjálflært í rauninni. Já, við lærðum við tókum einhver námskeið hjá bandarísku fuglafélagi, AFA. En hvernig er fólk eitthvað að leita til þín svona með vandamál? Já, reyndar oft. Við náttúrulega ekki meina í lyf, en við getum veitt ráð, það þarf ekki alltaf að lyf og dýralæknar senda oft fugla til okkar. Því það er engin fugla dýralæknir beint, en ef það þarf að gefa fuglalyf þá vísum við á dýralæknana, en oft þarf ekki að gera það bara skoða mataræði. En svona eins og með óþekka fugla sem láta illa stjórn. Það tengist oft hegðun, sko. Það þarf að þjálfa eigendan aðeins fyrst. Já, það er bara svo. Þetta er eins og uppeldi bars. Já. Og það er þetta heilmikil tími sem fyrir að þjálfa einn svona fugl í mynda í mér. Með minni fugla þá tekur ekki langan tíma. Yfirleitt þegar við erum að selja þá erum við búinir að putta venjan bara meðan við erum að tala við eigendan eins og 20 mínútur. Og láta hann að vendi og kennum svo eigandanum hvernig hann á að halda áfram að þjálfa fuglin. Já. Og hver er þessi svona ráð sem að þau eru ekki að taka þá og Jú, það er alveg að halda á þeim og yfirleitt held ég á þeim, en ég er að tala við eigandan og þeir liggja í lónum á mér á bakinu. Já. Svona eftir samtalið. En yfirleitt er best að fara með þá í horn á herbergi og æfa þá í að fara fyrst á prigg eða á putta þar. Það er fínt að fara í horna því þá getur fuglinn ekki hlaupið frá þér undir borð eða týnst einhvers staðar, þú getur hans króað hann af. En þegar þú ert að þjálfa hann þá þarftu að gera það í stuttum lotum, svona 10 mínútur í einu, því fuglinn hefur ekki meiri einbeitingu en það, ekki frekar en 2 ára barn. Sko. Þetta er keimlíkt því að vera með lítið barn. Að það er þolinmæði, svo meiri þolinmæði og aftur þolinmæði. Og fuglinn lærir fljótt grunnskipanir eins og bara upp, stíga upp. Þú ítur undir bringun á honum með fingrunum og lætir hann stíga upp. Því fuglar stíga aldrei niður, bara upp. Þú heldur alltaf á honum fyrir neðan augnið, lætir hann stíga upp og rósar, tala við hann rosalega íkt. Já, svona, þessu dugleg, ef duglegur er fuglinn. Og hann lærir það og hann heyrir það og hann líkar að fá rós. Öllum líkar það. Já. Þeir skilja það? Skilja það á raddbrigðum þínum. Tala vinalega við á rósin samt eins og þú ráðir. Og svo bara endur tekur það og læra hann það og orðið upp síður að fara á fingurinn. Svo getur næst sett hann á öxlina og segir bara orðið öxl. Það að fara á öxl og rósar svo á fingurinn og öxl og fingurinn og öxl. Þá læra það, búin á því. Fljótur að grípa og yfirleitt rósin á. Það þarf ekki að múta með einhverju nammi. Nei. Það er hægt að gera það síðar. En þá þurfa verðlun að vera eitthvað sem fuglunum þykir gott að fá. Eitthvað sem veit hvað þýðir. Svo þarf að venjast því. Þykir það gott fyrst, svo fyrir að nota það eingöngu við kannski í þjálfun. Og fuglategundir eru mjög stuglar við að læra. Afrikan greið og ferði eitthvað á YouTube og sérðu fjölmargir þeirra sem geta hermt eftir allskyns hljóðum eftir skipun. Og haldið upp í heilu samræðunum. Svona, sem sagt, þetta eru vitræn samtöl, sko. Þetta var ekkert smá. Það getur þú vant að læra að herma eftir reykskynjum. Já, þetta var hljómaði eins og reykskynjum. Þetta var virkilega flott. Þessi hermur reyndi bara eftir, hann er voðalega mikið fyrir að herma eftir. Má hún koma út? Hún getur komið út, hún getur kannski reyndi að býta í einhverja snúru. Já, við sjáum bara, er það ekki? Fáum að sjá hana virkilega spennandi. Þetta er hún Adora þeir sem hafa voruð að svona, koma hingað að skjánum. Hér er hún mætt, hún Adora, og hún er að stíga út úr búrinu sínu. Ég reyndar mér brá aðeins að hana því að hún mjálmaði úr búrinu. En hún er virkilega sætt, hún er svona aðeins vör sig. Þessi tegunda fugli er svolítið svona inn í sér, introvert. Já. Hlétarægar en aðrir, en getur verið mjög ákveðin. Hún er virkilega... Við erum með fugla sem hafa verið hrifnari af karlmönnum, en konum langar að eiga svona fugla, sko. Já, hæ. Það voru að passa, hún er ekki eins hrifin af konum og karlmönnum. Já, ætlar að býta mig kannski. Það verður kannski ekki svo gott í beinni. Nei, og hvernig er, ég meina býta þeir fast, hæ? Þeir eru með bitkraft, 800 kíló bitkraft. Já. 800, já, vá, það er ekkert smá. Hæ, ætlar að segja hæ við mig. Mikið er hún sætt, en hún er mjög forvitin um mig.
Já. Þetta eru mikla risaðilur. Það svona... Já. Við fáum stundum fólk til okkar sem með haldið fuglafælni. Já. Þeir senda frá kvíðameðferðarstöðinni og koma með skjólstæðingar stundum. Já, koma til ykkar. Oft ungar konur sem eru með fuglafælni. Já, og hvernig vinnið þið með fugl? Og við erum að hjálpa þeim að yfirstíga það. Hei. Þeir eru kannski hræddir við gogginn eða hræddir við klædnar á þeim. Já, þetta er nú smá klær. Þessir fuglar lifa í frumskógum Kongó í Afríku aðalega. Þetta er Kongó-grápáfi, hann er aðeins stærri heldur en annar sem er örlítið grárri með dekkri gogg og með svarrautt stjel. En þar þeir éta fyrst og fremst pálmahnettur sem vaksa þar, vilt á trjám. Nú eru pálmahnettur ræktaðir í Indonési og víðar. En nú erum við að dansa hérna saman. Já. En þeir eru með mjög beittar klær og fljúga lítið og klifra aðalega. Bara eitir hann bara beint upp stofnin. Einmitt og bara á goggum. Pálmahnetturnar og éta þær með góðri list. Hún er fallegt stél. Já, það er eldur eitt stél hérna á Kongó-grápáfanum. Þeir geta náð 70 ára aldri. 70 ár? Já. Það er nú bara meðalæfi. Fuglar eru lífslíkur, fuglar eru svona öfugt við það sem er með hunda. Já. Fuglinn lifir lengur eftir því sem hann er stærri. Já, en akkurat. Hundar öfugt. Akkurat, mikið rétt. Stóri Dan, hann kannski nær 7 árum. Já, einmitt. Meðan að litlir kjöldurakkar geta lifað hátt í 20. Já. Nú er hann að horfa á mig. Nú, líst ekki alveg á hana, en það er kannski alveg óþarfi. Er ég þá haldin fuglafælni? Nei, við skulum vonandi verður ekkit svoleiðis hérna eftir samtala okkar. Nei, ég er alltaf að verða læknu þetta í beinni bara. Hún er gestur á hóteli, þú sagði mig það hann. Já, ég voru með fuglahóteli í tæp 20 ár sem heit Paradísarhind. Já. Fólk kom með fuglana sína í pössun, gjarnan í bara búrinu sem þeir eiga búa í heima hjá sér. Já. Þetta verður svo hjólísi. Já. Og voru bara þegar eigendurnir fóru í sumarfrí. Já. Voru bara í búrinu sínu og aðri fuglar í kring í sínum búrum og töluðu saman. Já. Spjalluðu. Þetta var svona... Nutu þess að vera einum aðra. Einmitt, þetta var svona sumarfrí fyrir fugla. Já, í rauninni. Þannig gerðum það í tæp 20 ár. En svo var þetta mjög vinsælt á COVID-tímabilinu að fá sér gæludýra því að fólk gat ekkert annað gert. Einmitt. Margir fengu sér fugla þá og eftir að COVID-hömlunum lauk þarna, maí 2022 cirka, þá flyktist fólk til útlanda. Já. Þá fengu alveg holskaplega fuglum í pössun. Já, við bara allt spurgir. Já, þannig við aðeins dreigð úr því núna, við erum bara með fáina í pössun. Já. Mikið tíma og orku í það að passa alla fugla. En maður hefur svolítið fylgst eða svona séð það verið að auglýsa það og þeir eru að fljúa út glugga og svona. Já. Er fólk að ná fuglunum sínum aftur þegar þeir sleppa svona út í... Það er náttúrulega svolítið erfitt að ná þeim aftur, þeir rata ekkit utan dýra, en yfirleitt hafa ná fuglar vita á því. Adora. Hei. Yfirleitt hafa þeir vita á því að leita í hita útstreymi, sko. Já. Þeir lenda oft á svölum hjá fólki eða við glugga og fólk tekur eftir þeim. Og það hefði ótrúlega sögur af því að þegar ungir gárar, litli gárar hafa náð að harka af sér 1 og sólringa í frosti. Einmitt. Þegar ég bjó í London þá, það eru págöggar í London. Það eru hringpágar sem fljúga að fjölga sér. Þeir eru frá Indlandi. Þeir ná að lifa þetta. Einmitt. Og þeir svona einhvern veginn svona rétt skrölda veturinn greinlega og og svo voru fallegt að fylgjast með görðunum á sumrin. Já, það er það. Er þetta eitthvað sem gæti orðið veruleiki hérna? Það er aldrei að vita, það er nú hlýnandi. Já, það er alltaf eins og staðan í dag, það var þetta mjög hlýtt og gott. Ég veist að gárin gæti það, en hringpáfinn gæti það hugsanlega, hann er harðari af sér. Já. Þeir eru nú ekki svo fjölmennir hér, kannski að verði veruleiki. Nei, það eru kannski. Hrafnarnir eru fljótur að koma auga á það. Já, auðvitað. Og líka þarna svartbakkurinn. Akkurat. Eins sem hann var. En hvernig er svoleiðisfuglar? Er fólk, hægt að þjálfa svona íslenska vildafugla? Þeir hafa gert það. Já, það eru nokkrir hrafnaveirir þjálfaðir þarna. Hann Jóhann, hann er á Suðurlandi, hann tók nokkra hrafna sem voru að verpa þarna við og hann var skilt í húsasmiðunir á Selfossi og var með þá.
Þeir eru einmitt skemmtilegir hrafnarnir. Þeir eru skemmtilegir, þeir eru svona samt aðeins víðsjáverðari. Já. Þeir eru svona eins og starrar og hrafnar, þeir eru elska allt sem glitrar. Það getur verið augun þín. Já, einmitt. Þeir sitja á öxlinn á þér. En þeir eru mjög klárir, hrafnarnir. En það er ekki leyfilegt samt að eiga þá sem gæludýr. Nei. Það hefur verið undantekning kannski á einhverju svona ferðumannastað. Eins og ég honum að hafa það. Já. En hún Dora, og nú veit ég ekki alveg, hún horfir á mig íbyggin. Hún skilji eiginlega ekkert í því hvað hún er að gera hérna. Nei. Þannig að langi, hún kannski segir ekkert neitt svona eftir pöntun. Nei, það er ekki alltaf Nei. sem hún gerir það. En hún talar tölvört þegar hún kemst upp á lag með það eða er spennt. Já. Hæ, Dora. Heldur þú getur sagt nokkur orð í mikrofónin? Hæ. Halló. Nei, hún vil hún ekkert tala við mig. En það er ég nú bara eitthvað ókunnu kona. Já, hún þekkir mig aðeins betur. Hún komið til mér í mörg ár og ég hef snirt neglurnar hennar og gogginn hennar. Já, þannig að það er einmitt og þekkja fuglarnir okkur svona í sundur. Þeir þekkja mjög vel. Já. Þeir eru með fílsminni. Þeir kemur á fólki. Þannig að þeir velja sér auðvitað, já, maður hefur svona heyrt að því að þeir velja sér svona einn á heimilinu sem að verður svona hlup haldi. Já. En aðra tegundir eru félagslindari og eru meiri svona heimilisfuglar og taka alla í sátt, taka alla fjölskylduna í sátt. En kannski ekki endilega gesti þá. Nei. Það er allir gangur á því. Við tölum smáfugla eins og gára, dísur og ástargauka sem eru svona ágætir fjölskyldufuglar. Svo erum við miðstæðafuglum og í þeim hópi eru hringpáfar, dvergarar og konjur, haugpáfar eins og það eru kallaðir konjurar. En það er bara ekki svo mikið af fuglum til. Það er flókið að flytja þá inn. Já, einmitt. Ég ætla að spyrja þig. Og reyndar orðað mjög flókið að flytja lifandi dýr milli landa almennt eftir að Æslandi er hætti núna áramótin öllum lífríkja flutningum. Já, hvernig er með einmitt sko að því að nú er bannað hreinlega bara að halda svona ýmis framandi dýr svona eins og eðlur og snáka og annað. Það sé nú bara vegna sýkingarhættu eða salmonellu eða annað. Það komu 78, það komu upp hann Taugaveiki bróður hér í Reykjavík hérna, í vildri vatnaskjaldböku og stúlkan var lasin, dálítið lasin. Já. Ég var nú Akureyri þá á jólum í Gæludýrabúð þar og var með mína fiska að rækta þá heima og það þurfti á þessum stað, hann seldi vatnaskjaldböku líka. Þeir eru með raut hérna við auga þegar það er gult. Já. Turtles á ensku, það er vatnaskjaldbaka. En hann þurfti að sóthreinsa alla verslunina og farga öllum fiskum í öllum búrum. Ég var bara einn glaðasti því hann keypti það á mér mína fiska og hann ekkert annað til þess. En hvernig er með svona... Þetta hefur verið bannað síðan. Já. Öll skriðdýr. Já, öll skriðdýrin. Vegna salmonellu hættu. Því þeir eru salmonellulegar bakteríur sem er hluta meldingu þeirra. Já. Og getur skilst út í vatn. Og það er ólíkt kannski með fuglana. Börn og eldra fólk eru viðkvæmari fyrir slíku. En frostdýr eru leyfð. Já. Og það er með talin froskar, körtur, salamöndrur og vatnasalamöndrur. Já. Það er í lagi að hafa það. Þannig við höfum selt slíkt en ekki skriðdýrin. Þú er svo fín í það. Þú tekur þið vel út í mynd, Dora. En það er leyft að eiga skriðdýr á Norðurlöndunum en stundum hefur verið bannað. Já. Svona fram og tilbaka held í Svíþjóð. En það er leyft í Danmörku. En þú talar að það sé enginn að sinna þessum dýraflutningum eftir að Æslandi er hætti. Já, það eru flóknar að finna flugfélag sem getur annast fraktflutninga. Já. Það þurfa að vera með hitað fraktrými. Æslandi er að skipta út sínum flugvélum og fá Airbus og er ekki með upphitaða frakt. Og hvað verður þá svona... Það verður alltaf erfitt að fá fiska og önnur dýr þá leiðina. Fólk er að lenda í vandræðum sem vil flytja hundana sína út og kettina sína út eða flytja þá hingað heim þegar flyttur heim frá útlöndum. Svo það þarf þá vantilega að fara sjóleiðina. Já, sem að tekur svolítið langa tíma. Svo þurfa þeir að fara í einangrun og annað og... Já, hundar og ketti, það er ákveðnar einangrunastöðvar fyrir fugla, þá þurfa verslanir að koma sér upp samþykta einangrun og það er svolítið fyrirtæki. Já. En fólk hefur fengið leyfi til að koma sér upp heima sóttkví. Já.
Það þarf bara að fá einhvern frá Matvælastofnun til að koma og taka út aðstöðuna. Við erum þá með sér herbergi. Við erum með búr þar til dæmis fyrir fuglinn og við erum allt til staðar og búin að fá alla pappíra, allar sýnutökur, samþyktar. Og svo flytja fuglinn til landsins. Yfirleitt var það með Íslandir. Svo er hann bara sóttur og settir í þessa sóttkví og fylgst með honum þennan mánuð. Dýralæknirinn kemur eftir mánuðin og skoðar fuglinn. Og allt í lagi þá fær hann leyfi til þess að vera innan fólk. Já. Finnst þér svona eins og kannski það vanti meiri skilning svona á meðal yfirvalda MAST eða svona á þessu það er oft litið á þetta sem bara svolítið svona hobby, svona eitthvað svona kannski svona gæludýrahald. Það er eitthvað svona Já, margir sem vinna á Matvælastofnun eru dýralæknar og hafa sín eigin gæludýr, gjarnan hunda eða ketti. Kannski ekki eins margir fugla eða önnur dýr en sumir fiska. Svo það er alveg áhuga á dýrunum þar, sko. Það vantar ekki. Það er gott. En þetta er bara, stundum flókið með reglugerðir og Já, sem að mætti betur fara kannski svona þínum að þeir svona í bara í eftirliti og svona og líka bara einhvern veginn bara svona meðförum dýra. Almennt er Matvælastofnun, þeir koma þá og taka út verslanir og eru með eftirlit, það er reglubundið og gera athugasemdir ef eitthvað má betur fara. En það er mjög lítið það heima hjá fólki. Maður veit ekki alltaf hvað gerist þar og flestir fara vel með dýr sín en auðvitað ekki allir því miður. Sumir sankað sér dýrum, endalaust, köttum, sumir fugla líka. Já, eigið þið og hafið þið einmitt þurft að bregðast við ykkur og svoleiðis að það hafi verið fyllt af fugla eða fiska? Ekki ég sjálfur reyndar, en ekki lent í því. Maður har heyrt eitthvað af því, já. Aðalega í fjölmiðlum. Það er aðalega í fjölmiðlum einmitt. Vil ég aðtöku hvort heldur hún vilji kannski tala hérna við mækinn? Viltu tala við þennan? Nei. Hún hefur engan áhuga á því. Ég held hún hafi verið hálfhrædd við hann. Já, þeir eru svolítið eins og segi, þeir eru hlédrægir, meira introvert inn í sér. Já. Sumar tegundir eru meira extrovert, þeir eru meira fyrir að blanda geði og tjási og hafa harra. Þeir eru miklu rólegri og íbyggnari en aðrir fuglar. Já, þú bara hafa nokkuð notalega nervuru. Já. Það var bara mjög fín. Þeir hafa ekki mikla lukka. Við höfum verið með fuglastundum í leikrit. Já. Það var eitt leikrit íslensk leikrit þar sem voru með svona African Grey. Hann var í búri bara á sviðinu allan tíman. Já. Það var íslensk nútíma leikrit. Við vorum með aðra tegund sem lék í Gulleyjunni, 76 sýningar. Bæði á Akureyri og í Borgarleikhúsinu. Vakti mjög mikla lukku og fólk var svo hissa að börnin sérstaklega átti sig á því að fuglinn var lifandi. Já. Þarna sem var að leika á sviðinu. Og hvernig, verður það ekkert þreyttir á svoleiðis? Ekki þessi, þetta var skærgreitt fugl frá Papua Nýju Gíneu. Já. Solomoneyjar Eclectus. Hann elskaði að vera með. Já, að vera bara í kringum fólk. Hann elskaði hljóðun og var ekki hræddur heldur. Nei. Hann elskaði bara að vera þarna. Allir elskuðu hann. Já, þetta vakti mjög mikla lukku. Þetta er svolítið framandi dýr. Við erum ekki vönið því að svona sitja með svona hitabylti stýrum í návíi og þau eru þetta óbúslega fallega á litin. Já, þau eru mjög skæra á litin. Áttu þér svona eftirlætisfugl eða hérna? Já, ég hef hrifin af örum þessum stæðstu. Já. Við hefum átt þá, við hefum ræktað þá. Og Eclectus-fuglarnir eru líka mjög skemmtilegir. Amazon fuglar eru jafn stórir og African Grey en eru frá annarri heimsálfu, eru frá Suður-Ameríku og Mið-Ameríku og það eru tæplega yfir 30 tegundir af þeim, allir grænir með einhverjum litum. Já. Sumir tala mikið, sem eru gulir á höfði, aðrir minna en hafa svipað geðslag. Eru mannelskir yfirleitt og elska fjör. Þetta er skemmtilegt. En þetta er snarþáttur í uppeldi barna að hafa tækifæri til að umgangast dýr og læra að hafa dýr. Já. Og kunna þá að hafa þau. Já, einmitt. Það er þroskandi og þetta er afskaplega skemmtilegt fyrir fólk sem er kannski fyrir einstæðinga. Já. Að eiga dýr. Hvort sem það er köttur, hundur eða fugl. Einmitt. Sem getur veitt ákveðin félagskap og kannski svona
tilfinningarlegan stuðning sem það fyrir oft og misvið. Já, maður hefur séð hérna fólk mæta með hunda svona eins og elli heimilinn en hægt að fara með fugla? Það hægt. Já. Það hafa verið fuglar og við fórum oft til að mynda í Mörk. Já. Við vorum með fugla þar. Við vorum líka með fiskabúr þar á tímabili. Það fiskabúr á Dróplaugarstöðum til dæmis, 2 stór sem við syntum á tímabili, sem eldra fólki situr og talar við bara. Já. Segir sína sögu. Einmitt. Já, það gott að eiga Fiskarnir sperra eyrun alveg og Já, það ekki. Láti þess að ekkert sé en veita samt þennan félagskap. En hvað svona, kannski lúku, hvað svona mest framandi dýr sem að þú hefur verið með svona Við hefum verið með ýmis skordýr, við hefum verið með 1000 fætlur, við hefum verið með bæna, beiður, við hefum verið með ýmsa svoleiðis pöttur, fólki mishrifið af. Já. Við hefum verið með trjáfroska og kort. Einhver myndi nú segja bara pöttur og bara. Ég myndi nú ekki svona kaupa þar inn á heimilið. Nei, við náttúrulega erum líka með fóðurskordýr, sko. Já. Við erum með mjölorma og litlar fóðurbjallur, kakalakkas kallast úbjör, sem froskarnir éta og sem skordýr éta, en það er bara gaman, þetta er forvitnilegt, það er ekki endilega svo erfitt að hugsa þetta. En fólk er mjög gaman að því að fylgjast með náttúrunni því að við erum svolítið gerilsnýtt þar. Við höfum ekki þetta umgengni við náttúruna sem við höfðum. Einmitt. Við förum svolítið að misvið það, að búið þessum steinsteiftu frumskógum. Mikið rétt. Og þá er gott að allavega svona eiga smá, svona snefil af náttúru í heima. Fólk setur fiskabúr og býr til sinn eigin heim þar í fiskabúrinu. Sjávarfiskabúr líka, aðeins flóknari en það sama. Þú getur fengið svona nasasjón af lífheiminum þar og fylgst með hlutum þar. Einmitt. Og já, þetta er skapandi, gefandi. Já, þetta er það. Ég heyri, þú allavega brennur fyrir þessu og hvað sagðir, 40 ár sem að þú hefur verið í? Já, ég hef verið í þessu 48 ár. Já, það var á Akureyri. Margir fuglar. Fuglarnir síðustu 25 en fiskarnir fyrir þann tíma. En hver er svona mest framandi fiskurinn sem að þú hefur verið með? Við hefum verið með kolkrabba. Já. Við hefum verið með svona. Eru þeir svona, maður hefur séð það svona, við lesið að þeir séu mjög félagslindir. Þeir eru það, en þeir eru náttúrulega mjög klókir að koma sér út úr búrum. Þeir eru alveg sérbúrum, vel lokuð. Við hefum verið með háfa. Það er svona tegund af hákarli sem getur legið á botninum. Já. Við verðum með háfa egg sem hafa klakist út úr í. Venjulega þurfa hákarlar að vera á ferð, annars kapna þeir, sko. Þurfa svo mikið súrefni. En svo er þetta tegund af hákarli sem getur verið á botninum og kallast háur, liggur á botninum. Og þarf ekki að vera stanslausir í ferð. Einmitt. Þú er svo fín, Adora. Þú ert alveg stórskemmtileg. Svo er til samlífi milli margra tegunda í sjávarborðum. Svo getur verið með rækjutegundir sem para sig við. Myndar svona symbiotic eða samlíf við fiskitegund sem kallast goby. Já. Þannig að rækjan, hún er nánast blind og sér illa. Hún grefur hólu og hún og fiskurinn búa í hólunni og fiskurinn hann passar og hann kemur með mat og þarna lifaði saman, sáttasamlindi, 1 fiskur og 1 rækja. En skemmtilegt. Og aðrir fiskar geta lifað í sæfíblum eins og Nemo. Já. Býr í sæfíblunum og er ónæmi fyrir eitrunu og kemur náttúrulega með mat þarna að og passar sæfíblinn. Og hann fær sjálfur vissa vernd í sæfíblunum. Já. En hvað er svona það helsta, svona ef einhverja af okkar áhorfendum og hlustendum ef þeir hafa áhuga á að fá sér eitt svona stóran fugl? Hvað er það svona sem að fólk ætti að hafa í huga? Það er ekki svo auðvelt að fá það lengur því að það er auðvitað að flytja það inn. Þetta er oftast og kannski fuglar sem eru í endursölu af einhverjum ástæðum. Yfirleitt vitum við kannski eitthvað forsögu fuglsins og reynum þá að velja kaupanda eftir því. Ef við vitum allavega, stundum breytist það, stundum getur fugl fara að þykja væntum konur, ef ekkert hann er í boði, sem hefur bara verið hrifinn af karlmönnum, það er alveg gert.
En þeir eitthvað svona, svona eins og undirbúa heimilið með einhverju sérstökum hætti? Eða? Já, bara fyrst og fremst þetta. Fuglinn, náttúrulega, hann yfirleitt hafður í búri þegar enginn heima. Því að óviti fær ekki að vera laus barn. Lítið barn fær ekki að vera eitt heima þegar enginn að fylgjast með. Eins með fuglinn, hann þá bara í búri þegar enginn Það honum fyrir bestu að vera þar og hann ekki að fara að býta sundur snúrur. Afrikan grey og margir fuglar af hans stærð eru miklir rafvirkjar. Já. Geta alveg tekið til og tekið einangrunina af einhverjum rafmagnsvírum. Já, einmitt. Og fengið alveg stuð. Já, þá var nú búin vís. Já, það náttúrulega slæðir út góðkunni leiðir en það getur komið blossi. Þeir geta bitið fast og svo geta það farið í náttúrulega húsgögnin. Já. Það sagt að þeir skemma svolítið. Þeir geta gert það sagt að já, á hans að nefna kannski þjóðina, en sumir éta allt nema borð og stóla. Já. Allt á 4 fótum, en fuglarnir éta það sem éta borð og stóla. Þannig þeir geta alveg tekið húsgögnin fyrir myndaramma, þarna mjálmarún. Þarna mjálmarún. Myndaramma og svo framvis gardínukappan og færið svolítið fljótt í gegnum það. Já. Svo að maður aðeins að fylgjast með fuglum og svo geta þið fara út glugga. Það hægt að til að byrja með þá við höfum leyfi frá Matvælastofnun til þess að snyrta bara unga fugla. Þá snyrtum við ystu flugfjærna sem ekki að lyfta sér í flugi. Fuglar fella fjæður einu sinni á ári. Já. Fyrst hálsárs þessi minnstu. Og fá þá nýjan fjæðurham á 2 mánaða tíma og fella svo aftur að ári. Missi ekki alla fjæðurna, það bara í teiknimyndunum. Já. En missi þetta kerfisbundi svo þeir vera áfram fleiri í náttúrunni, ekki eins og gæs og altir sem eru í sárum og geta ekki flogið. Við ná sér stendur. Þurfa að halda sig út í vatni. Já. En þá að því tímabili þá hægt að þjálfa fuglinn og betur og hjálpa hún, kenna honum þessi grunnatriði. En svo getur það gerst að stærri fuglar, þeir geta verið kannski erfiðari, fleygir. Já. Og það þarf að fá leyfi kannski hjá dýralækni til þess að hafa hann snirtan, ef hann þannig að hann getur kannski átta til að fljúga á fólk og býta það. Já. Þá ekki gaman að vera fleygur og hafa fuglinn. Nei, þeir geta meitt mann. Þeir geta bitið býsna fast, já. Því stærri sem hann því fastar býtur hann. Þetta bara svona, já, eins og með öll dýru að þessu fylgir ábyrgð. Já, það ábyrgð. Þetta ekki svo flókið sjálfur sér. Það bara vita hvernig að gera það. Og fuglinn fái athygli, hafi eitthvað til að gera. Og þeir hafa allir gaman að því að naga og tæta. Þeir sjá alveg blússandi litum, þeir sjá útfjólublátt ljós sem við sjáum ekki. Já. Þannig allir litur miklu dýrlegri í þeirra augum en okkar. En skemmtilegt. Já, þeir sjá verri í rökkri en við sjáum betur þá. En þeir þurfa að hafa eitthvað fyrir stafni, annars verður þetta bara gaukur á stöng. Já, einmitt. Það veit það enginn. Akkurat. Þeir þurfa að hafa eitthvað að gera. Þannig að við hvetjum fólk til þess að eiga eitthvað af leikdóti sem fuglinn getur tætt og naga þegar hann í búrinu sínu. Já. Meðan fólk að heiman. Já. Ekki spegla fyrir minnstu fuglana. Nei, þá verða þeir sjálfhverfir, verða ekki? Þeir verða svo drottningin í mjallhvíti og dvergunum sjö. Bara speil, þegar þú mér. Þeir bara fatt ekki að þeir eru þeir sjálfur. Einmitt. Þeir fara að para sig við bjölluna eða við speilin og verja speilin og eru þá ekki sérstaklega félagslindir og hafa minni áhuga á eiganda sínum. En þegar það ekki til staðar, þá náttúrulega leita þeir í eigandan og veita mjög góðan félagskap. Við þurfum bara að passa okkur ef við erum eitthvað lasin að vera þá ekki í fuglunum á meðan því þeir geta smitast af okkur. Já, þeir geta það. Aldrei á hinn veginn. Já, það svo? Skubbu og niðurkomspestir geta smitast. Þeir smitast í fugla? Já, þetta vissi ég ekki. Nei. Svo hafa mjög viðkvæm lungu, þannig að þeir stuðla hollu andrúmslofti á heimilun, enga reykingar, engin sterklíktandi þrif eða málingarefni, engin reykhelsi eða ilmkerti, bara hefbundin kerti ef svo ber undir. Já. Svo framalega sem það fari ekki í logan. Einmitt. Já, það ekki gott. Þannig við með lungu eins og nýfæddu barni. Já. Þannig það mjög heilbrigt umhverfi fyrir það. Og mjög auðvelt að eiga það í rauninni. Já. Bara búið til rútínuna. Einmitt. Og þeir fallin í rútínu fjölskyldunar. Og bara einmitt. Sýna þeim bara þá virðingu sem að vera
eiga skilið. Og ef eitthvað laslegir að hafa þá fljótt samband við okkur og ef eitthvað til að mynda, ef eitthvað alvarlegra þá vísum við dýralækni. En oft það ekki, það hægt að beita ýmsum aðferðum. Maður heyrt að þeir verði stundum daprir. Þeir getur verið daprir eða fá ekki athygli. Já. Við þurfum öll einhverja athygli. Það hægt að veita fuglum viss athygli á daginn með því að leiðum og hlusta á aðra fugla á YouTube. Já. Þið geta lært að tala með því að hlusta á aðra fugla. Gárar læra frekar að tala af kvenmannsrödd en karlmanns. Já. En veistu, hvaðan hún Adora lærði að mjálma? Býr hún með ketti? Á einhver tímabili hefur hún gert það. Ég þekki ekki alveg söguna hennar nú langt aftur í tíman en sami eigandi hefur átt hana. Ég tap 2 ára og 10 þannig. Já. En hún hefur greipið þetta. Sem verður fer hún ekki með óhljóð þegar hún gistir hjá okkur. Sumir eru með þarna brunabóðan alltaf. Já. Það getur farið býsna illa í eyrun. Einmitt. Sumir leika stríða eigandi sínir á því að hringja útidyrabjöllunni og fólk skynjar ekki að síma og fólk hleypur til og grípur síman svo enginn í símanum. Bara fugli. Ótrúlega hljóð. Þeir var gaman að stríða hundum. Þeir hafa í það. Hundar eru bara óæðri verur. Þeir eru þarna niður á jörðinni. Einmitt. Þetta bara... Auðvitað. Við áttum Gára einu sinni. Hún var stórskemmtileg og hún var mjög óhrædd og einmitt satt alltaf á höfðun og hundinum. Og svona skipa honum fyrir, beita hann í eyrun og stýrði honum. En hún var, það var svona henni að aldur til að hversu óhrædd hún var því að hún komst út úr glugga ofan í garð þar sem voru 2 kettir og hún settist hjá þeim og það var svolítið sorglegt. Já, það verra með það. Já, þannig að hún lærði ekki að forðast kísur. Nei, það er líka hættulega að kettir eru með bakteríu í klóm. Þannig að þú veist, ef þið rispa þig þá oft græðir þetta frekar illa fyrst. Já. Öðru sem með hundaklóru og svoleiðis. Já, hundurinn hann reyndi nú aldrei, hann var stundum svolítið pirraður á henni en hann lagði aldrei til hennar, hún réði alveg svo. Já, ég bara 1 bit frá fuglinum með nóg til að halda hundum frá lífstíð. Já, það var það, hann er nú ekki lítill einsinni. Nei. Ingólfur Tjörfi og Adora, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og leið okkur í sannleikanum fuglahald. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt spjall og alveg bara, ég held að Adora, þú sért minn uppáhaldsgestur að Tjörfa ólöstuð. Og ég ætla að setja punkt hér í rauðaborðið í kvöld. Ég þakka þeim sem á hlýddu og horfðu, öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu hér, Laufeyju Líndal fyrir útsendinguna og minn ykkur á að á samstöðinni hægt að gerast áskrifandi af það bara þessu fyrirbæri sem við erum með hér við rauðaborðið og öllu því efni sem framleitt er. Og við þurfum á ykkur að halda. Á samstöðin.is er hnappur þar sem hægt að íta á áskrift og gegn vægu gjaldi sem rennur inn í alþjóðfélagið sem á ykkur samstöðina. Getið þið orðið eigendur og þar með styrt og stóðir þessa fjölmiðls sem þið eruð svo dugleg að fylgjast með. En ég þakka fyrir okkur í kvöld og kveða sinni. Bless. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.